Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið fyrir betri stað. Er þetta eitthvað sem Una Emilsdóttir, læknir og eiturefna aðgerðarsinni. Velkomin í 24/7. Takk fyrir. Þetta skemmtilegt orð. Já, þetta var hann, ég er nokkuð vissum að Snorri Björns hafi gefið mér þetta. En það málið, já. Ég hef tekið þetta frá honum, en síðan sá ég einhverja fyrirsögn líka með þér. Já, það er nefnilega, þú veist, þetta fólk er byrjað að nota þetta, sko. Þannig að mér finnst þetta ansi gott. Það Ég ekki? er sátt við þetta. Já, mér finnst það svolítið töff. Já. Botnaði þetta, eiturefni eru? Eiturefni eru, sko, í fyrsta lagi eru eiturefni, við höfum ekkert rosalega mörg orð yfir þetta á íslensku, eins og til dæmis, þú veist, á ensku þá erum við með, þú veist, poison og toxin. Og við erum bara með eiturefni á íslensku og það hljóma stundur svolítið dramatískt þegar maður er að tala um eiturefni, fólk eru bara, hún er endalaust alltaf að tala um eitthvað eitur og fólk sér svolítið fyrir sér, þú veist, eitthvað sem man bara það innbyrðir og bara drefst strax, sko. En eiturefni er í rauninni efni sem hafa skaðleg áhrif á lífríki, lífverur, bara hvort sem það er dýr eða menn. Og þetta er svona, já, heldur stærra vandamál en nokkuð grunar. Þetta er bara allstaðar í kringum okkur og á okkur og í hafinu kringum landið okkar og í andrúmsloftinu sem við öndum að okkur og svona. Þannig að efni sem eru hugsanlega skaðleg, þó svo þessu í litlum skömmtum, geta haft svona samlegðar áhrif og geta haft alvarlegar afleiðingar í för með sér ef að maður fer ekki varlega. Eiturefni, þú veist, þetta er náttúrulega ákveðin skali, sko. Efni getur verið skaðleg en misskaðleg og eiturefni er ekkit endilega eitthvað sem að þú sér þeim mitt fyrir þér og takir smáskamti og látir svo bara lífið. En við erum að tala um mengandi efni sem eru hugsanlega skaðlega lífverum. Það er svona eiturefni sem ég er að fást við. Þannig að kannski eiturefni sem fylla líka, koma hægt og bítandi en ekkert svona bara eitthvað eitt eiturefni sem bara drepi heldur, þetta er bara svona hægt og bítandi að byggjast upp og þegar þú ert að lyktusaður að borða þetta, að byrja þetta á því og það fram til göttunum. Akkurat, það eru einmitt svona svokallið samlegðar áhrif eða kokteil áhrif sem eiga sér staði við raunverulegar aðstæður sem að því að við erum stöðugt í snertingu við þessi efni og það sem er eiginlega sorglegast í þessu er að við vitum ekki bara helmingin, sko. Við vitum ekki nægilega mikið hvert efni fyrir sig. Það er ekki búið að áhættu meta öll efni sem er á markaði. Og því miður þá hefur það gerst í gegnum tíðina, trekk í trekk, að eitthvað er framleitt, kemur á markað og svo kemur í ljós jafnvel áratugum síðar að það er skaðlegt heilsunni eða hefur hryllilega áhrif fyrir lífríkið til dæmis. Bara sjáum til dæmis núna að fólk er að óttast að það sé bara ákveðin hnignun í býflugnastofni og skordýr í útrýmingahættu. Það er alls konar að gerast sem er óhugnalegt og það er að öllum líkindum af mannavöldum að því við fórum óvarlega með þessi eiturefni. Og það mun á endanum býta okkur, sko. Og við munum þurfa að gelda fyrir það, því miður. En hvernig fær fólk leyfi fyrir að nota þessi efni á þess að sé búið að rannsaka þá eða? Já, sko, það er þannig með iðnaðarefni. Já. Eftir seinni heimsstyrjöldina þá jókst iðnaður alveg gríðarlega og efni sem voru jafnvel notuð í hernaði það var búið að eyða náttúrulega miklu fjármagni í að gera þau og öll rannsóknarvinna þar á bakvið og þeir fundu bara önnur not fyrir mörg þessara efna meðal annars þá sem í staðin fyrir að eitra fyrir fólki eða til að mynda var ákveðið efni nota til að bara eitra fyrir trjám þannig að þeir felldu bara öll lauf þannig að óvinir gæti ekki falið sig í greinunum og svona eða þú veist í trjánum og þetta var svona bara aðeins þetta var aðeins tekið og þessu var breytt aðeins og svo var þetta bara sett á markað sem með annars konar tilgang og þetta er eitthvað sem við erum að sjá eins og til dæmis bara efni sem átt að ráðast á taugakerfi skordýra og svo kemur bara í ljós að skordýr eru með ákveðin taugabóðefni sem eru sömu taugabóðefni og við erum með þannig að
þegar við erum í umhverfi þar sem að þetta stöðugt í kringum okkur og við erum svolítið svona hvað segir maður, blindur við erum svolítið blind fyrir þessu, við erum svolítið bara bara svona hömlulaust þegar kemur að því að gera eitthvað sem að kannski ekki alveg hugsað og við höldum að auðvelda okkur lífið bara töluvert. Við viljum ekki hafa skordýr í garðinum okkar og þá bara úðum við skordýreitur út allt. En við erum kannski ekkert að hugsa það að það eru börn að leika sér í þessum garði og þegar við úðum þessu út allt þá fer þetta allt, ég meina allt fer þetta einhvert. Þetta í hjúpnum í kringum okkur öll og við öndum þessu að okkur og börnin okkar eru með hendurnar í grasinu og þau bera sér hendurnar til munns og þetta allt svona, hvað segir maður, lingering, þú veist, ef ég má sletta örlítið í kringum okkur og svo þar fyrir utan erum við að fá mengun í snyrtivörum og þar fyrir utan erum við að fá mengun í mat og þar fyrir utan, þannig að það safnast þegar saman kemur og við mennirnir förum óvarlega þegar það kemur að þessum efnum. Við erum ekki að pæla í afleiðingum og sérstaklega ekki svona langtíma afleiðingum og það hefur alveg oft gerst, ég veit ekki hvort þú hefur heyrt til dæmis bókina sem Rachel Carson skrifaði, Raddi Vossins þagna, að það var skordýreitur sem var notað svo allt í einu uppgötvaði maður að þetta var að hafa alveg ferleg áhrif á lífríki, fuglaríki og annað sem að maður hafði aldrei séð fyrir, þannig að það var allt tekið tilbaka og það var bannað og menn svona ok, við fórum aðeins óvarlega þarna og það búið að banna það í dag eins með að setja blý í bensín og þar áttaði maður sig á því að það var að valda bara hreinlega tapi á greindavísitölustigum hjá bara fjölda barna í Bandaríkjunum til dæmis, mjög mörg sem verið fyrir eitrun þar. Þannig að þá voru menn aftur, þú veist, áttuðu sig á vandamálinu og nú blý bannað í bensín, það átti sérst að auka afköst vélana og svona, en svo áttuðu menn sem bara á því síðar að þetta væri að hafa mjög skaðleg áhrif á mannfólk og þá svona, þú veist, mér finnst ekkert endilega sanngjarnt að þá sé einhver búin að gjalda fyrir það. Þá skaðinn skeður fyrir ansi marga. Og þetta var bara faraldur á sín tíma í Bandaríkjunum, það var talið að bara einhverja milljónir barna hefðu bara verið með út af þessu með greindavísitölu undir 70 og þetta bara ótrúlega bara erfitt að vita þegar maður búin að opna augun og sjóndeildarhringurinn búin að opna svona svakalega fyrir þessu að þá maður svolítið svona já, maður sér hættur víða, maður ekki alveg tilbúin, maður tortrygginn og maður hefur meiri áhyggjur af framtíðinni og eitt náttúrulega bara plánetan og mengunin sem við erum að eiga við þar. En svo það lífverurnar á plánetinni sem eru að verða fyrir áhrifum líka og það svona mitt helsta áhugamál, hvernig maður getur notað bara þekkingu af vopni til að fyrirbyggja svona einhverja kvilla, einhver vandamál sem hægt að forðast bara með því að taka góðar ákvarðanir. Og það svona boðskapurinn sem ég búin að vera að reyna að deila út bara síðastliðin ár, sko. Einhver efni núna sem ekki búið að rannsaka? Já, yfir 100.000 efni. 100.000? Og einhver sem þú sérð, þú veist, það sem kannski við Íslendingar eru að neyta eitthvað af sem gætir haft svona áhyggjur af? Já, sko, ég hef náttúrulega töluverðar áhyggjur af því sem í bara, öllum þessum hreinsiefnum, sterkur hreinsiefnum og snyrtivörum og svoleiðis, vegna þess að við erum, húðin okkar stærsta líffæri og við tökum upp í gegnum húðina það sem við erum að bera á okkur. Og við erum rosalega gjörn á að vilja bæta okkar útlit og lykt og svoleiðis með því að setja á okkur hvað sem við viljum hafa húðina vel lyktandi, við spreyjum okkur hársprey til að hárið sé stíft og flott og við setjum á okkur meik og við setjum á okkur tannhvítunarefni og við setjum á okkur brúnkukrem og þú veist, allt þetta sem við erum að setja á okkur á hverjum einasta degi. Og svo dúkkar eitt og eitt efni upp, svona eins og paraben. Það fór fólk átt að segja því, ok, paraben eitthvað sem við þurfum að hafa kannski áhyggjur af og við ættum kannski að reyna að forðast paraben. Það var rosa mikið umræðin paraben og vörur voru merktar paraben free og svona. Og svo bara einhvern veginn, svo bara heyrist ekki meira af því og svo
svo var það BPA til dæmis BPA, allt í einu áttuðu menn sig á því að þetta væri eitthvað sem að maður þyrfti algjörlega að reyna að forðast eftir bestu getu, sérstaklega á viðkvæmum tímabilum eins og þegar maður að vernda fóstur í móðukviði þá mjög mikilvægt að reyna að forðast hormónatruflandi efni eins og BPA. Það í plasti. Já, það í plasti og þessi plastefni, þessi efni sem eru notuð til að gefa plasti ákveðna eiginleika. Það eins og til dæmis BPA. Og iðnaðurinn auðvitað bara hann mörgum skrefum alltaf undan okkur af því að það náttúrulega þannig að í staðinn fyrir að taka á sig einhverja skerðingu á innkomu að þá finna þið bara laust til að halda áfram að selja sína vöru bara aðeins öðruvísi og það mjög oft þannig að þegar eitthvað efni bara svona til að ég klári að svara spurningunni með iðnaðarefni þau koma nefnilega á markað svo 100.000 skiptir, bara 1000 skiptir og eru í rauninni talin skaðlaus þar til annað kemur í ljós og það mikil sönnunarbyrði sem þarf til að efni sé að lokum tekið af markaði oft einmitt, eins og ég segi, áratugum of seint en aftur á móti með að setja lyf á markað þá þarf að rannsaka það með tvíblundum rannsóknum áður en og það fyrir gegnum alveg massíft ferli áður en að því hleypt á markað en það ekki þannig með iðnaðarefni og það í rauninni bara rosa mikið sem að fer út og svo þarf að sönnunarbyrðin að vera tölvört mikil til að það verði dregið tilbaka og ef það svo dregið tilbaka, bannað þá eins og til dæmis með BPA þá svarar iðnaðurinn bara og býr til plastflöskur og merkið það BPA free sem að vissulega rétt en þær voru bara með BPS og BPF bisphenol F og bisphenol S í staðinn sem eru í rauninni að öllum líkindum alveg jafn hormónaraskandi og bisphenol A en þeir voru svo sem ekkert að ljúga þetta hárrétt hjá þeim, þetta BPA free og neytendur sem eru eins og ég á sínum tíma taldi mig vera upplýsta neytenda og fór í ræktina alveg mjög sátt með minn nýja BPA fría brúsa, skilurðu þannig að við erum oft, bara mörgum skrefum eftir þegar kemur að þessum efnum og iðnaðurinn yfirleitt bara búin að koma einhverju öðru út í staðinn og heldur bara sínu framleiðsluferli áfram bara þannig að þetta svona En hvað áhrif, eins og tala að raskar hormónum hvað áhrif hefur þetta eins og byrja að tala óleita konu þegar greip orðið þér áðan? Já, það svona þetta mikið áhugamál hjá mér að bara hagur barna og að þau fái bara möguleikan á því að fá bestu mögulegu byrjun út í lífið og þegar þú ert með barn í móðukviði þá erum við að tala gríðarlega flókið ferli. Við erum að tala að þú ert að búa til frumur sem eru 200 á sekúndu og það að myndast taugafrumur og það að mynda tengingar og þessar tengingar að myndast bara fyrst til dæmis að þegar taugakerfið svona okkar flóknasta kerfi að þá eru frumundar að myndast og það að mynda kjarna og kjarnarnir að færa sig set og kjarnarnir að mynda tengingar og þessu öllu stýrt alveg mjög nákvæmlega, mjög fínstýrt af þessum flottu hormónum og hormónakerfi sem við erum með og þetta þarf að gerast með nákvæmlega réttum hætti á nákvæmlega réttum tíma í nákvæmlega réttri röð til að allt gerist með réttum hætti og við nýtum fulla starfsemi heilans og nú erum við átt okkur á því að það gæti verið samhengi með því að við erum að verða fyrir áhrifum strax í móðukviði frá alls konar mengun sem að móði kannski ekki alveg að kveikja hún sé mögulega að setja eitthvað á líkamann sinn eða innbyrða eitthvað sem að getur hugsanlega farið yfir fylgju og raska þessu ferli, þessu viðkvæma ferli sem að að gerast þegar fóstrið að myndast og ef það verður einhver röskun þarna á eitthvað sem að fer yfir blóðheilaþröskuldinn að þá það óafturkræf breyting og það búið að rjúfa þessa tengingu eða þetta gerist svo ört og þetta gerist svo hratt og nú erum við að sjá það að 1 af hverjum 6 börnum eru með einhvers konar röskun á taugakerfi
það getur verið einhverfa, getur verið ADHD, það getur verið alvarlegri raskanir eins og heila lömun, það getur verið bara diskrít eða svona lítið sjáanlegar breytingar eins og bara ákveðið tap á grindvísitölustigum. Og þetta eitthvað sem er svo erfitt vegna þess að þetta ekki sýnileg breyting. Fóstri fæðist fullkomlega eðlilega útlítandi en svo kannski kemur ekki ljós fyrir en að það 5 ára að það á við einhverju erfiðleika að stríða. Og það á erfitt með að einbeita sér eða getur ekki verið kurt og finnur ekki ró og á erfitt með að vera í skóla, erfitt með að læra jafnvel erfitt með að læra að tala, þú veist, rökhugsun, eitthvað sem er svona minna sýnilegt og þar á leiðandi þessi tími sem það tekur, læknisfræðin átti sig á þessu, það verður rosalega mikið töf. Og það að einhver sjái þetta eins og maður segir pattern recognition eða þessi munstur þess að maður fyrir að sjá einhvern ákveðin munstur þess að maður fyrir að velta fyrir sér eins og til dæmis þegar það ekki bara taugakerfið sem verður fyrir áhrifum hormónaraskandi efna í móðurkviði heldur líka til dæmis þessi sýnilegu kvillar sem geta orðið eins og til dæmis bara röskun á kynfærum drengja. Það eitthvað sem fór að færast í aukana og menn fóru þá að sjá býttu nú við, eitthvað hér í umhverju okkar eitthvað að gerast sem að færast af hverju þetta færast í aukana að þá sem sagt það kallast launeistun til dæmis að þá ganga, eða kryptorkismið þá ganga eistun ekki niður og eins ef að þvagrásin hún ekki rétt staðsett og þetta eru svona litir fæðingagallar sem hægt að laga en þá fóru menn að velta fyrir sér hvers vegna í ósköpunum ætli þetta sé að aukast og þá fóru menn að kanna það gæti það hugsanlega verið vegna þess að við erum að verða fyrir stöðugu áreiti á meðan við erum að mynda þetta dýrmæta fóstur og og einhvern veginn þá erum við svolítið aftarlega á merinni á Íslandi af því að í Danmörku þá það alveg vitað að þú ef þú ert í heimsókn einhvers staðar þá getur ekki fengið að halda ungabanninu ef þú ert með ilmvatn þú ert ekki að leggja ungabann í hálsakotið á þér ef þú ert með ilmvatn það svona, nei, já og eins ef þú ert ólétt að þá eru danskar konur svona allavega upp til hópa meðvitaðar það að þær eigi ekki að vera í kringum sterkefni, þær fara ekki að lita sér hárið, þær fara aldrei í brúnkusprautun eða eitthvað svoleiðis á meðan þær eru óléttar og þær eru svolítið bara svona án efna á meðan á meðgöngu stendur og þetta eitthvað sem ég langar að færa svolítið til Íslands og bara svona efla þessa þekkingu og bara vitundavakning í þessu vegna þess að þarna ertu þetta svo dýrmætt ferli og þú ert að bara í rauninni og það auðvitað ekkert gefið í þessu það einmitt það sem svo magnað að flestir kvillar eru samspil út af samspili erða og umhverfis en þú getur þó allavega lagt þitt að mörkum til að takmarka neikvæð áhrif frá umhverfi á meðan þú getur og ef þú veist hvað þú átt að gera og ég meina ef þú hefur ekki þekkinguna og þú hefur aldrei heyrt þetta og enginn hefur upplýst þetta og allir í kringum þig að gera þetta þá ert þú ekkert líklegur til að einhvern veginn átta þig á vandamálinu þess vegna skortir þessa umræðu og við langar að koma þessu inn í mæðravernd og bara svona, já, auka umræðina og tek öllum svona erindum bara fagnandi að fara út allt land að halda erindi stundum fyrir skóla, vinnustaði og annað og minna við viljum öll halda heilsu til síðasta dags það okkar helsta markmið og það að hafa einhver verkfæri í höndunum og átt að sjá því að það samhengi á milli lífstíls og þróun sjúkdóma og ég hef bara heilmikið að segja það sem ég geri og ef maður átt að sjá því þá það ótrúlega valdeflandi tilfinning af því að þá maður ekki bara að sitja og bíða og vona að maður fá ekki einhvern sjúkdóm eða að það verði komin lækning þegar að maður greinist eða eitthvað svoleiðis. Þetta góð tilfinning að vita það að maður að velja aktíft að velja frá það sem að gæti hugsanlega verið skaðlegt og maður svona já, ég elska
þessa myndlíkingu sem ég nota bara mjög oft að sem sagt, maður bara geti séð fyrir sér svona ákveðið eiturefna glas og því miður þá fæðist maður ekki með tómt glas vegna þess að það fer eftir lifnaðarháttum móður, hvernig glas viðkomandi þegar hann fæðist en þegar þú ferði gegnum lífið þá ertu með þennan stórkostlega mannslíkama sem í rauninni bara sko, það eiginlega ekki hægt að lýsa því hversu magnaður líkaminn þú bara einhvern veginn sko, þú getur ekki náðu bara utan það hvað hann stórkostlegur og hann bara svona sjálflæknandi sjálfstillandi fyrirbæri ef ákveðin skilir uppfyllt og ef þú ert með þetta eiturefnaglas alltaf bak á eyrað og það stöðugt að fyllast og tæmast bara þegar við erum að ganga í gegnum lífið af því að þú ert með þín afeitruna líffæri til dæmis lifur og nýru og annað sem stöðugt að vinna að því að losa þig við eitthvað og vinna úr lyfjunum sem þú tekur og þú losna við ákveðin efni með þvægi og ákveðin efni með saur og þetta bara ótrúlega flott og fullkomið ferli en ef þú ert stöðugt að bæta í glasið þitt og ofsa hraða þá fyllist glasið og það flæðir að lokum upp úr og gerist það, þá segi ég ofta fólk að þá getur maður að sé fyrir sér að þú sért bara með bugað kerfi, þú ert með of mikið í þínu glasi og það bara flæður upp úr og þá nær einhver kvilli eða sjúkdómur bólfestu í líkamanum að þér og þetta auðvitað ekki svona einfalt en þetta ótrúlega góð myndlíking að hafa bak við eyrað í hvert sinn sem þú ert að velja þér eitthvað sem þú ert að setja ofan í þig eða á eða börnið þín sérstaklega vegna þess að grunnreglan í rauninni sú að minna meira og að þú ert alltaf að vinna þegar þú velur eitthvað frá, eitthvað manngert efni sem búið til á rannsóknastofu einhvers staðar og inniheldur kannski, sko, innihaldslýsingin í vörunni kannski bara yfir 30 efni, sko, það rosalega góð vísbending það að þetta sé eitthvað töluvert svona ónáttúrulegra heldur en líkaminn á að venjast og þú sést sennilega betur settur af án þess. Þannig að ég svona segi við fólk, bara hafðu alltaf þetta glas bak við eyrað og þegar þú ert búin að fara í gegnum lífið og þú ert nokkuð svona viss það að þú sért búin að vera passa þig, þá áttu líka inni fyrir því þegar þú ferð og gerir eitthvað sem þá eitthvað sem ekki alveg hversdagsleikin fyrir þig og ferð í veislu og nýtur þessa úða í þig einhverju, þú veist, sem þú ert ekki að gera vikulega eða daglega eða mánaðarlega og þannig að þú veist, það líka ákveðin svona róandi tilfinning að þú eigir inni fyrir hlutunum, sko og maður sér það líka bara í starfi sem læknir að þá það bara algjörlega augljóst að þeir sem að huga að heilsunni þeim líður betur, þeir sofa betur þeir eru glaðari vegna þess að líkamannum líður vel þeim líður vel í eigin skinni og það bara algjörlega þannig að þetta helst í hendur það sem þú ákveður að gera og borða og sinna, bara eins og hugaró og við vitum það núna miklu meira í dag, þetta svona ákveðið samspil andlegs og líkamlegs heilbrigðis, þetta ekki bara svona hólfaskipt í líffærakerfi, þú veist, eins og læknisfræðin gerir gjarnan, hún vill skipta líkamannum upp í svona ákveðin hólf og kerfi og við erum alveg búin að átta okkur á því að þetta svona sennilega meira flúktuerandi ástand þetta svona meira eins og tannhjól sem að snúast öll saman og þau þurfa öll að vera smurð og virka rétt til að okkur líði vel. Það ekki hægt að vera með eitthvað eitt algjörlega í ólægi, meldinguna í miklu ólægi, þá líður þér oft bara mjög illa allstaðar og sefur illa og andleg heilsa fer niður á við og þetta helst rosa mikið í hendur, sko. Þannig að þetta áhugavert. Þetta áhugavert og í saman erfitt að vera bara líða vel ef þú ert bara alltaf með einhverja meltingartruflanir eða eitthvað svoleiðis og út alltaf kjósum hvernig manneskja þú vilt vera, hvernig lífi þú vilt lifa með öllum þessum litlu ákvörðunum og mér langaði til að grípa það áður ég hef fullt af spurningum það sem mást að ræða og þú nefndir að til dæmis eins og PPI hefur raskandi hormóna hefur áhrif á til dæmis eins og ADHD og einhverju og talaður hugsanlega og við vitum að 4 af hverju 5 sem greindi með einhverju eru strákar og sambarlega hlutfall ADHD, minnum mig
fleiri strákar, já. Og ég velta fyrir mig til að líka áhrif að kynfæri stráka. Er þetta, ég hef einhvern veginn heyrt að fóstur stráka sér viðkvæmur út af testosterón. Já, sko. En er þessi eiturefni mögulega að hafa meira áhrif á stráka heldur en stelpur, eða er það bara eitthvað, nú er ég bara að skjóta upp í lofti? Já, nei, þetta er bara mjög góð pæling vegna þess að þetta er eitthvað sem maður er ekki alveg búin að kortleggja og það er verið að skoða þetta og ég hef alveg lesið greinar þar sem stendur að það líti út fyrir að strákar eða drengbörn í móðurkviði séu útsettari og þá er það, sko, þá veltur maður fyrir sér, er það vegna þess að BPA er ekki bara hormónaraskandi heldur, er það estrogenhermir? Það er estrogenhermir og kannski hefur það meiri, sko þegar allt er að þróast og myndast að þá hefur það meiri og verri áhrif á drengina vegna þess að það á ekki að vera svo mikið estrogen áhrif á þá. Og þetta er allt svona vangaveltur sem er ekki búið niður negla ennþá en vissulega pælingar sem hafa verið varpað fram í rauninni áður og bara mjög áhugaverð pæling sem að ég geti í rauninni ekki svarað og mun sannlega ekki geta svarað í mörg ár sko frá þessum degi en vonandi mun það kom í ljós og og þetta er í rauninni bara svolítið óhugnalegt vegna þess að hormón stjórnar svo ofboðslega mörgu, ekki bara kynkirtlunum og kynfærurum og kynvitund og bara ótrúlega mörgu sem hefur með það að gera, en líka bara, eins og ég segi, taugakerfið. Og það er eitthvað sem að fólk tengir ekkert endilega alltaf saman, sko, að hormónstjórn í taugakerfið horfur yfirleitt bara á hormónakerfið. En við erum svo flókin fyrirbæri að það bara eiginlega nær engri átt sko. Ég man eftir því ég var að lesa á 50 í læknisfræðinni ónæmiskerfið að ég, sko, oftar en einu svona oftar en tvisvar þurfti bara að fleygja fram í bókinni út af því að þetta var svo bara ótrúlegt ég bara trúði ekki því sem ég var að lesa bara, er það að segja mig satt að það sé í alvörunni svona stórmerkilegt og þú veist, efnin bara sem að eru lykilspilarar, þú veist, sem heita öll eitthvað, þú veist, kappa, beta og EL6 og bara, þú veist, alls konar bara MMP9 og þú veist, og þetta er svo flókið og þetta er svo ótrúlega merkilegt og svo allar frumundar sem spila, þú veist, lykilhlutverki, risafrumundar og natural killer cells og hvítu blóðkornin og allt þetta sem hefur svona sumir hafa ekki sérhæfða virkni önnur aðra frumur hafa mjög sérhæfða virkni og hvernig þær spila saman og hvernig þær senda hver annari skilaboð og láta vita ég fann einn hættulegan þú veist, og þær eru bara svona myndast svona eins og tengingar, bara eins og líkit í skráagat og þá fyrir líka með bara svolítið sem eins og bóluefni virkar veist, og það bara verður eitthvað svona ákveðin tenging bara faraði að búa til mótefni og þetta er svo magnaður líkami sem við eigum og þess vegna er svo ótrúlega mikilvægt að bera virðingu fyrir því hvað hann er fullkominn og leyfa honum að fá sko besta potential sem hann fær og getur hugsanlega nýtt sér og það er bara að fá nýta fulla virkni og við ættum ekki að vera að reyna eða ættum að forðast að truflan í því sem hann er að gera skilur og við erum svolítið að truflan þegar við erum að hann er stöðugt að sjá eitthvað nýtt og þetta er eitthvað efni sem ég þarf að vinna úr þessu og lifurinn er alveg yfirsnúningi að átta sig á sko og bara svona automatist fer í það að brjóta niður hluti og losa okkur við og vinna úr þeim lyfjum sem við tökum og allt þetta og við erum svolítið svona hömlulaus þegar kemur að treysta öllum vörum á markaði við erum bara, ok, brúnka án sólar, ok, geggjað og svo bara, ok, tannhvítunefni bara hendur því og augndrópar til að gera augun hvítari og bara, þú veist, you name it, sko, hvað er ekki til og við erum svona, já, það er svona svokallega svona ignorance bliss ástand á bara í heiminum öllum, ekkert bara hér, sko, bara mjög víða. En það er svolítið erfitt þú talar sem ég langar að spyrja líka, þú veist, meðvitaður heimspekingur að hafa mikilvægt flón, að þú veist, því meðvitað sem þú getur alltaf ekki, það er erfitt að afsjá það sem maður hefur séð. Akkurat, þetta er bara orðið verulega flóki fyrir mig, sko. Já, ég verður með trúið, verður þetta ekkert mann svona yfir þyrmandi? Nei, sko, ég segi það ekki, jú, þú veist, ég er ekki sömu skoðunar og flestir, þú veist, mér finnst, mjög margt
í samfélaginu okkar vera algjörlega galið, bara gjörsamlega galið og ég bara skil ekki suma hluti sem í gangi og að við séum að gera ákveðna hluti og að hafa ákveðna hefðir og svona. Hvað hlutir þú það á hefðir? Viltu deila því að? Já, bara, sko, ég hef vissulega, og þetta eru óvinsælar skoðanir, sko, þetta ekki vinsælt, en ég hugsa oft það að við erum að taka þátt í ótrúlega mörgu sem að hefur með börn að gera og hátíðir og skemmtanir, ammæli, Halloween, nú öskudagar ekki nóg, við tökum inn allar hefðir sem að hafa eitthvað með neyslu á óhollustu að gera. Og ég velti því fyrir mér hvað gengur okkur til, sko, hvað erum við að hugsa? Af því að við vitum að við erum að reyna að halda sælgæti í skefjum fyrir sjálf okkur, við sem erum að hugsa heilsuna, við vitum að sælgæti slæmt fyrir okkur. Og svo tökum við þá hugsun, gjörsamlega pökkum henni saman og hugsum, jæja, nú skulum við hafa skemmtun fyrir börnin, við skulum dæla í þau eins miklu sælgæti og við hugsanlega getum á sem styrstum tíma og við ætlum að hafa bara kökuborð og við ætlum að hafa goodie bags, nú það nýjasta nýtt að senda börn heim með ennþá meira sælgæti sem mesta klikkun sem ég veit og svo erum við að hafa Halloween þar sem við segjum við börnin, jæja, nú skaltu fara og sníkja eins mikið sælgæti og þú getur og svo skaltu fara og bara í rauninni allt með bæði þessa búninga og annað, þú veist, þetta allt ákveðin neysla, þetta einnota dót, þetta plastrast, þetta skreytingar, þetta allt eitthvað sem við vitum að bæði skaðlegt fyrir plánundina og okkur sjálf, skilur við, og mér finnst að við ættum að fara í smá nafnbláskoðun og hugsa fyrir hvern þetta, eins og til dæmis páskarnir, fyrir hvern það? Er það ekki bara fyrir þann aðila sem að framleiða þetta súkkulaði að við segjum við og bara, þú veist, þá sem að framleiða sælgæti, þetta mjög gott fyrir alla þessa hagsmunaaðila, en fyrir okkar heilsu og barnana okkar að þá það svolítið galið að við séum einu svona ári að tróðfylla allar búðir af súkkulaði og helst sko þarftu að safna stigum og fá sem flest og stæst og eitthvað svona og sem flesta tegundir í boði og eitthvað svona og svo segjum við bara, eitt fyrir að byrja og þú bara borða eins mikið súkkulaði og getur á einum degi þú veist, og allir eru bara að drepast í maganum líður ömurlega með hausverk daginn eftir kviknar í taugakerfinu og greiði í börnunum okkar og við erum vísvitandi að gera þeim þennan óleik trekk í trekk, það ekkert einu sinni á ári, það eru öll barnaafmælin, það eru öll frængubóðin, það eru allar skírnarveislunar, þú veist, þetta ef maður tekur þetta saman, þá erum við ítrekað að taka einstaklingar sem við erum að byggja upp til að vera bara hraustir einstaklingar og erum að reyna að búa til góða einstaklingar sem að halda heilsunni út lífið, en við svona, ég leiði mig bara að segja eitrum fyrir þeim, vísvitandi aftur og aftur og aftur á hverju einasta ári og mér finnst þetta svo illa gert á okkur mér finnst þetta svo ljótt á okkur við látum í þau litarefni við dælum í þau sykri og svo finnst okkur skrítið þau get ekki einbeitt sér í skólanum eða að Íslendingar séu að glíma við mikla ofþyngd barna hvað erum við að hugsa? Veist, og fólk kannski bara vá, hvað hún ógeðslega leiðileg að vera bara alltaf eitthvað að skjóta allt niður, en ég hugsa bara hvers vegna þarf það alltaf að vera sælgæti, getur það ekki verið bara samvera, ég all for that, sko, að vera bara að gera eitthvað skemmtilegt saman og spila leiki og borða fullt af ávöxtum í ávöxtaskál og jafnvel poppa og gera pakkaleiki eða eitthvað, þú veist, að gera eitthvað skemmtilegt saman, en af hverju erum við alltaf að tengja gamanið við átt á einhverju sem við vitum öll sömul að slæmt fyrir líkamann sérstaklega í óhófi og þú veist, þetta ég með alls konar óvinsælar skoðanir sko, en ég bara svo innilega að vona að einhvern tímann
að fólk sjái ljósið og segja bara, herri, við erum komin út í bara algjörða vitleysu við ætlum að snúa þess aðeins við páskarnir eru upprunalega trúarhátíð en ég er ekki viss að börn í dag það hafi hugmynd það þetta bara súkkulaði hátíð og eins með ammælin, akkur getum við ekki bara breytt því yfir í eitthvað sem aðeins heilsusamlegra fyrir elsku börnina því að þau eru sko það tímabil þar sem að þau eru í hvað mestum þroska í taugakerfinu það eru fyrstu 4-5 árin og þarna eru þau að innbyrða svo gríðarlegt magn af sykri að það sláandi það bara sláandi og þegar maður fer út í búð sko við erum líka að gera þeim svo mikinn óleik með því að vera með svona við erum að gera bragðlaukana þeirra ónæmari þú veist, þau eru svo vön svo ofboðslega sætu þú kaupir skvísu handa barni og hún bara dísæt þú veist, það allt dísæt einhvern veginn og þegar þau einmitt fara að fá sælgæti og það skiptir engum máli hvað það þú veist, hvort það sé Eurovision kvöld eða matarboð eða hvað, það alltaf sykur og þeim finnst ekkert gott að fá sér gulrót gulrótin bara, það auðvitað moldarbragð af þessari gulrót ef þú ert alltaf búin að vera að japla á einhverju dísætu auðvitað finnst þér eitthvað allt annað ég meina grammeti og ávexti það bara ekki jafn heillandi ef þú ert vanur svona ofboðslega sætu bragði og mér finnst við fara mjög óvarlega með börnun okkar mjög og bara óþarfi að vera að tróða í þau alltaf einhverju sætu akkur þurfu alltaf að vera að láta pínlítið börn fá rúsínur til dæmis bara ofboðslegur sykur í þessum rúsínum þau eru örugglega bara með sky high blóðsykur sko, bara af þessum þurrkuðu ávöxtum bara í, þú veist, allt gott í hófi og rúsínur eru tölvört betur en sælgæti og ég ætla að vona að enginn sé að gefa unga barni sælgæti en ég hef séð bara stórkostlega skrýtnar fæslur á veraldavefnum þar sem að einhverjum svona miðlum þar sem að fólk að spyrja hvernig ætlið þið að gefa barninu ykkar páskaegg þegar það ekki með tennur ætlið að bræða súkkulaði og gefa með skeið þú veist og ég bara hvert erum við komin þegar það raunveruleg pæling móður og og við erum komin eitthvað svo far off við erum komin svo langt frá náttúrunni og það sem eðlilegt og nú hljóma ég náttúrulega bara eins og algjör nöldrari sko, en mér finnst þetta bara galin hegðun sko, bara galin og fyrir mér þetta svo augljóst einhvern veginn að ég skil ekki tilganginn og ég skil ekki af hverju við erum að gera með óleik af því að mér finnst þetta svo illa gert eitthvað þannig að já, ég alveg með svona ég þarf alveg að passa mig stundum sko. Já, að vera ekki að kommenta á þú veist, það náttúrulega erfitt að bjóða einhverjum í veislu og ég hef alveg tekið barnið mitt úr örmunum á einhverjum sem að vara, þú veist, óta sælgæti að henni sko, gefinni og ég hef alveg þurft að setja honum í fólk og svona það bara eitthvað sem maður verður að gera maður ætlar að sleppa því að vera að tróða þess í þau sko og það er bara eitthvað svona samtal sem maður þarf að eiga og útskýra bara veist, það ekki, maður þarf alls ekki að gera það dónalega maður bara útskýrir að þetta ástæðan Ég held líka bara varandi veist, í bæði umgöpunni líka bara okkur fullanda fólki þá þetta bara aðal áskorun við það að borða heilsusamlega þú veist, það bara félagslega aðstæður af því að það alltaf í félagslegum aðstæðum Akkurat. það alltaf tengt af við mat og vanalega matur og allur eða nammi skilur þetta ótrúlega erfitt og hvað ætlar að gera úr mætirna farir ekki, af hverju þú ekki fá þér skilur, annarkur stendur það með þér og þá ertu bara svona, þú veist kemur með mat eða whatever, skilur en síðan, þessu auðvitað bara, ég fæ mér þetta bara svo ég sé bara, þetta rifist bara svo ég bara skil vel að þetta sé vandamál af því að það ekki verið að gera þetta auðvelt fyrir okkur sko þvert á móti verið að setja freistingar fyrir framan okkur allstaðar og bara frábært að sumar matvöruverslanir séu að taka sig svolítið á og setja ávexti við kassan eða ávexti fremst og ekki vera með sælgæti í hæð barna og svona og Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun ásamt sportvörum og Your Super og Lavazza alvöru ítalsk kaffi, hilki sem umhverfisvæn, kólusefnuð
og passa í allar Nespresso vélar og ég búin að vera að dæla þess í mig enda mikill kaffikall og ég mæli eindreið með kaffinu frá Lavazza enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac er náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég búin að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því smakka grilluð kjúklingalæri. Fer náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það er mjög gott. Ég mæli með hummusin og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseðilinn sem mese og tekur ég vel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldummeðlumum eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box og ef þú ert ekki búin að prófa frá Sumac þá ættir að gera það og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn af því að þetta sá allra besti staður sem þú getur farið á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðum tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa mig og ég virkilega ánægður með það og það heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Vissulega það góð skref en ég labbaði gegnum matvöruverslun í dag og ég hugsa bara ykkur alvara með þetta? Bara ykkur alvara með það að það sé morgunkorn hérna sem fyllt með hvítu súkkulaði og svo annað hérna sem Oreo og svo þriðja sem hérna með sykurpúðum í og það flokkast morgunkorn. Ykkur alvara með þetta? Ég bara næs ekki ég bara næðis ekki og svo erum við að kvarta undan síþreytu og ofþyngd og vanlíðan ég meina líkamannum líður ekki vel þegar að hann fær ekki næringarefni, snefilefni, steinefni, vítamín þú veist allt sem byggir okkur upp ef við fáum það ekki við fáum einhæðafæðu við fáum næringarsnauðafæðu við fáum mikið af aukaefnum mikið af unni matvöru lítið af grænmeti, lítið af ávöxtum það hangir þannig saman það líkaminn svarar hún líður ekki vel, hann hefur ekki mikla orku hann ekki mótiveraður til að fara út að hreyfa sig þú veist andleg heilsa fylgir ef manni líður ekki vel í einskinni þá líður manni ekki vel í hausnum og í huganum og þegar að maður ég elska að vinna í þannig starfi að ég geti haft áhrif á ákvörðunartöku fólks og lífstíl og líf bara almennt og þeir skjólstæðingar sem hafa komið og virkilega tekið til sín samtalið sem við eigum og þegar ég útskýri fyrir fólki þú ert komin langt af leið þú ert rétt komin bara þú ert rétt við fertugt líka með henni fara að segja hjálp það eitthvað mikið að ég kom með háþrýsting ég kom með sykursýkis einkenni eða þessast hækkaðan blóðsykur og kannski svona pre-diabetes svona efnaskipta sjúkdómur í uppsiglingu og maður hugsa bara þú ert að taka ákvarðanir sem eru ekki æskilega fyrir þig og ég ætla bara að segja það ef þú heldur áfram á þessari leið þá ferðu í einhverja átt en ef þú kemur þér inn á réttu brautin aftur og þú heldur á stað vegferð sem að leiði eitthvað annað þá eru heilsufarslegir endapunktar svo ofboðslega langt frá okkur öðrum að hér ertu kannski í einhverju heilsuleysi og háþrýstingi og hjarta- og æðasjúkdómum og sykursýki 2 og alls konar verkjavanda og svoleiðis kannski inn út á spítala hver veit og hérna ertu kannski fullfrískur tekur engin lyf, getur verið að leika við barnabörnin þú veist, ekkert að og svona getur dæmið orðið að þú getur farið einhver ákveðna leið, þú getur farið af leið og þú ert herra yfir þessu, þú hefur valið og það svo gefandi þegar að skjólstæðingar
taka þetta til sín og gera þessar breytingar. Við gerum það í skrefum og það ákveðin eftirfylgd og ég segi við fólk, sko, þú getur leitað til mín hvenær sem í pep talk eða þið vantar leiðsögn, við skulum bara hafa þetta bara í smám skrefum sem þú ræðið við og svo framvegis og þegar það skila sér í því að fólk bara kemst í kjörþyngd og ekki lengur með verk í liðunum, ekki lengur með síþreytu, ekki lengur með fótapyrring, ekki lengur að fá meltingarónót og jafnvel höfuverki og það segir við mig bara, ég hefði ekki trúað því að allir þessi kvilla, ég held ég var að koma með gikt, ég greinlega ekkert með gikt, en ég var bara með svona bólgur í liðunum. Þú veist, þegar að fólk getur snúið við og einkennin bara smám saman hverfa, að það mest gefandi, það bara all worth it að hafa lagt á sig ýmislegt til að komast í það starf sem maður í. Bara þetta reward sem maður fær, og þessi, nú ég sletta svolítið, sko, en það alveg gríðarlega gefandi þegar að maður sér bara einstaklinga umturnast og verða bara hraustir frá því að vera bara einhvern veginn drauga útgáfa sjálfur sér. Bara 100% og ég get alveg ímyndið með það að þessi góð ánægja sem maður fær við að sjá þessa vegferð af því að þú veist hvað talaði núna að síðustu 14 við erum eldast náttúrulega skilur við sem heimur og þjóð og sem mér ekki myndi segja að veri gott en síðan gæði þess ára ekki eins góð og að tala að síðustu 14-15 ára á meðalagi við Íslendinga sé að lifa skerta heilsu annarkvort að það miklu lyfjum eða vel inn á stofnum eða þráflöndugötum 9/10 deyja lífstílsjúkdómum hér á Íslandi þannig og fólk sem kemur til þín það kannski það sem ég að koma inn á að þurfum við alltaf að lenda á einhverju vegg til að gera eitthvað í eitthvað málum skilur við eða getum við einhvern veginn forvind það og komið í veg fyrir þessa sjúkdóma í framtíðinu og bara að við getum verið bara heilbrið með barnaböndunum okkar og þar fram eftir göttunum og lifa bara lífið sem þú getur gert allt ekki bara einhver lífið sem þú ert laus við sem þú bara hámarka sem í býr og eitt af því bara að vera með góða líkamlega heilsu og andlega heilsu sem bara spilast saman og hvernig byrjum maður þessi vegferð það maður alltaf að lenda okkur vegg og hvernig því miður þá virðist það vera oftar en ekki að fólk þarf svolítið að fá þessa köldu tusku í andlitið það oft það sem að þarf til að fólk bara snúi blæðin við en ég held að vandamáli sé margþætt ég held að þetta sé ákveðin bara stjórnumandi, ég held að það sé ekki sanngjarnt endilega að leggja það á alla einstaklinga að þeir eigi að vera meðvitaður og vera svona heilsugúrúar sjálfir vegna þess að það einmitt þess að við vorum að tala freistingar allstaðar, við ölumst upp við Coca-Cola auglýsingar ég og þú veist, og fyrir okkur, ég meina ef við hefum ekki fengið fræðslu, það snýst að fræða og vera upplýstur og fræða börnin okkar þau eru með nokko í andlitinu alla daga og það ekki 2 tegundir boði, það eru þú veist 25 og það bara að vera að freista fólks bara stöðugt, þannig að eitt að við þurfum að vera upplýst og við þurfum að læra og við þurfum að kenna alveg frá grunnskóla aldri að það sé samhengi einmitt með lífstíl og þróun sjúkdóma eða bara lífstíl og hreisti að þau upplifi það að þau bera ákveðna ábyrgð og það sé, ég meina það svo frábært sem að íþróttaálfurinn gerði, til dæmis Latibær, þetta var bara breakthrough sem hann gerði og bara algjörlega frábært en það þarf meira af því og svo það ákveðin stjórnunumvandi af hverju tókum við sykurskattin í burtu það örugglega það besta sem við gerðum í alveg töluvert langa tíma og af hverju erum við ekki að einblína á það að öll börn, grunnskólabörn, leikskólabörn fái bestu mögulegu fæðu sem völ á lífrænt, hreint, óunnið ég hef fengið myndir af skólamötuneytis mat sem að það ekki ein vara á þessum bakka sem ég myndi setja inn fyrir mína varir bara þú veist bara hræðilegt og þetta erum við að gefa börnunum okkur og við erum að byggja upp einstaklinga þessa land sem að eiga að taka við af okkur og við bara gefum þeim bara drasla borða og inn á spítulum landsins þar sem að veika fólki okkar liggur
þar erum við með lager af kökum sem eru stútfullar af efnum og með endingatíma 7 mánuði fram í tíman og það það sem sjúklingarnir og okkar heilsustofnun fá með einhverjum einasta kaffitíma. Það eru muffins og ég veit ekki kanilsnúðar eða kleinur og efnakökur. Okkur finnst það eðlilegt að gefa þeim sem eru að reyna að ná heilsu inn á stofnun og þetta gerum við líka á elliheimilunum og bara alls staðar og við erum með sko einhvern veginn svo öfugsnúin kerfi ég svo sammála ég hef heyrt Lukku ég svo sammála Lukku í mörgu sko af hverju vinnum við ekki meira saman heilbrigðisgeirinn einkageirinn, af hverju eyðum við ekki peningnum á réttum stöðum, af hverju niðurgreiðum við ekki grammiti, af hverju þarf það að vera þannig að sósíóekonómísku status hefur eitthvað að gera með hvort að barn fái eðlilega holla fæðu eða hafi einungis bara tök á að kaupa og borða drasl, af því að það miklu, miklu ódýrara. Er það eðlilegt og er það sanngjarnt gagnvart þessum börnum sem hafa ekkert með þetta að gera? Þau fæddust bara saklaus inn innan heim og bara hafa ekki sama aðgengi og önnur börn að hollum og góðum mat af því að hann talsvert dýrar. Af hverju erum við þetta ákveðin stjórnunarvandi líka og ég held að það þurfi bara meira samtal á milli bara kerfa, yfirvalda, heilbrigðisstéttana, af hverju til dæmis þú labbar inn á spítala, fyrsta sem þú sérð sjálfsali með sælgæti og gosi og tilbúnum kanilsnúð í poka. Einhver svona hörðum kanilsnúð bara í plastpoka. Þú getur keypt það bara í sjálfsal á spítalanum. Af hverju ekki hægt að kaupa ávexti í sjoppunni eða eitthvað? Af hverju erum við ennþá föstana? Bara við erum ekki alveg að átta okkur á sko hvað við erum að búa til mikið vandamál sem óþarfi. En já, ég nú svona svolítið tuðari með þetta sko en þetta mér hjartans mál og mér finnst bara að við eigum að passa betur upp á börnin okkar, sérstaklega þau. Já, þú sérð þetta og þið finnst svona ekki aðrir sjá þetta basically. Já, þú veist, ég alveg mjög erfitt með mig stundum í matvöruverslun, ég sé fólk með börn með sér og innkaupakarfan full af einhverju sem telst ekki sem matur í mínum augum sko. Og ég hugsa bara elsku kelli, elsku barnið þetta í matinn og þetta örugglega, þú veist, ég meina börn fá alls konar verk í magan og meltingatruflanir og hægðatregðu og ég meina þau þurfa trefjar og þau þurfa rétta næringu og það rosalega mikið af börnum að koma á heilsugæsluna og glíma við mikla hægðatregðu til dæmis. Og ég meina líkamann okkar það stórkostlega fullkominn, hann alveg búinn til að geta þetta allt saman sjálfur með peristalsis hreyfingarnar í þörmónum sem að ýta matnum niður, þetta allt mjög skilvirkt ef að við fáum til dæmis mikið af trefjum og nægilega mikið af vatni og svoleiðis. Þannig að það líka ótrúlega gefandi þegar maður fær börn sem að glíma við mikinn vanda og svo bara eru foreldrar margir hverjir mjög opnir fyrir því að gera breytingar og vinna vinnuna fyrir börnin sín af því að þau skipta okkur alveg ofboðslega miklu máli og þegar að fólk leggst í vinnuna bara aldrei verið betri málum, hann alveg hættur að kvartinda kviðverkjum og bara hæðirnar eru núna, sum börn bara fara ekki á klósetti nema bara margra daga fresti og það bara vegna sem steypuklump í magann. Borða rosalega mikið pasta og brauð og einhæft fæði og ekki nóg mikið af ég meina við borðum í dag sko bæði einhæft en við erum líka sko, við erum ekki að fá mikið af góðgerlum. Við fáum ekki flóru í eins miklu magni við fengum áður, við erum ekki að borða svona gerjaðan mat og við færðum okkur frá súrmjólkinni og abimjólkinni yfir í skyr með crème brûlée bragði og einhverju svona dísætu og við erum bara svona færast svolítið, við erum svolítið farin af leið með þetta og það svo auðvelt að fara tilbaka, þetta í rauninni bara ótrúlega einfalt. Þetta bara því lengra sem við fjarlægjumst náttúruna, því verr erum við stödd.
og það bara basic, bara ef við fáum það sem að kemur upp úr jörðinni og það sem að bara kemur upp úr hafinu og vex niður úr trjánum, þá erum við bara í nokkuð góðum málum. Og ef við erum að innbyrða það sem að hreint og þá bætist við, auðvitað væri lang best ef við værum að fá þessar vörur lífrænar og ekki yfirsprautar með skordýraeitri og áburði og alls konar. En ef maður ætlar að byrja einhvers staðar, þú veist, þá bara númer 1, taka sigurinn út og þetta að bara reyna að finna tengingun aftur við náttúruna, drekka vatn, kaffi, te, ekki fjólblón drykk í plastflösku með, þú veist, 0 kaloríur og fullt af koffíni og bara, þú veist, maður þarf svona aðeins að við erum bara komin svolítið út af að bara langt að leiðin einhvern veginn. Og það er að sjást að sko svo sorglegt að vita af því að meiri hluti þjóðarinnar virðist vera að glíma við einhvern vanda, einhvern heilsubrest á einhverju tagi, þú veist, sumir smávægilegir og sumir alvarlegir, en það þyrfti í rauninni ekki vera að glíma við margt af þessu. En að því að hegðunin okkar þannig og að því að markaðurinn að gera okkur erfitt fyrir og freistingarnar og bara einmitt, eins og við vorum að tala áðan, samfélagslegar hefðir, þú veist, þá erum við bara ótrúlega mikið föst í vanlíðan og orkuleysi og jafnvel í holdafari sem við okkur mislíkar og bara af óþörfu, bara út af hegðun. Og þetta eitthvað svona sem að mér langar að beita mér meira í að reyna að breyta á sko stærri skala, þú veist, að reyna að ná til sem flestra í staðin fyrir auðvitað það ótrúlega gefandi að vera bara einn og einn á heilsugæslu og hafa þessi áhrif á þennan eina, en það þarf eitthvað meira að gerast fyrir fjöldan. Það þarf að upplýsa meira og hafa einhvern veginn gera meira bara kerfislega breytingu einhvern veginn. Algjörlega. Og síðan að því að nú erum við upplýstar svefn allan að virðist vera, við erum upplýstar eitthvað mataræði, þráttur við vitum ekkert allt, þú veist, öll innihaldsefnin og svona, en þú veist, við vitum sirka, við vitum ef maður hreyfa okkur og svona. Af hverju vita þá margir hvað þeir eiga að gera og það er rétt að gera, gera það samt ekki og vita að þeir gera eitthvað rámt, en gera það samt. Já, þetta er eitthvað sem er erfitt að svara, sko forsendur fyrir því að sko í fyrsta lagi bara til að byrja með fyrirmyndir, þú veist, börn gera það sem fyrir þeim er haft og við erum svolítið svona komin í það að vera nokkrar kynslóðir jafnvel af svona sófakartöflum stundum, eins og sumir kalla sjálfa sig bara, ég er bara hreinrættur sófakartöfla, segir fólk stundum bara við mig. Og þetta lærist, hegðunin lærist og það verður svona erfiðar og hærri þröskuldur til að gera breytingar. Og við erum auðvitað bara, maður getur velt fyrir sér sko, bara í þróunarsögunni, þá erum við náttúrulega búin til að spara orku þegar við getum það og við þurfum að eiga orku, við erum með alls konar stórkostleg kerfi sem að losa sykur hratt út í blóðið og þegar við þurfum að hlaupa undan ljóninu og svona. Og við erum líka með þessa náttúrulegu sækni í kolvetni, bara þú veist, það er líka eitthvað sem bara í þróunarsögunni hefur haldið okkur á lífi, þú veist. En svo ofgnótt allt í einu af mat í kringum okkur og það eru ákveðin taugaboðefni sem losna, okkur finnst að það losnar einhver góð efni sko þegar við gerum vissa hluti, þegar við innbyrðum ákveðin mat, þegar við stundum kynlíf, þegar við gerum það eru ákveðin hluti sem að bara losa þessi vellíðunar efni og svo verður þetta bara svona ákveðin vítarhingur, þú gerir það er ofgnótt af mat, þetta er gott, þetta er sætt, þetta losa hjá þér efni og svo bara aftur á morgun og svo er þetta flókið að því leitinu til að bakteríuflóran þín í þörmunum verður einhæf, hún kallar á meiri óhollustu, þér finnst allt í einu ekki gott að borða gulrót, hún það er bara vont bragðefni og
ég hef oft hitt fólk sem segir bara, ég borð ekki grænmeti, mér finnst það vont. Og ég bara, ha? Í alvörunni. Og þetta verður bara svona spírall niður á við. Og þegar maður ætlar að reyna að snúa því við, og tala nú ekki börn sem hafa kannski alist upp í þessu, alla ævi, hafa fengið kannski minni fræðslu og eru bara vön þessu og eru komið með bragðlauka sem að bara finna jafnvel ekki hafa ekki ánægju neinu nema að sé dísætt og þegar maður ætlar að reyna að snúa þessu við þá þarf maður að byrja neðst og maður þarf að vinna sér mjög hægt upp til að snúa þessu við vegna þess að þú getur ekki bara ég alveg búin að átta með því að þú getur ekki tekið einhvern einstakling og bara sett hann á mataræði sem ég á og hann myndi bara algjörlega gefast upp á því ef hann vanur að vera í hinnu sko. Þannig að þetta allt svona smá skref og þegar maður bara einhvern veginn komin á annan stað þá það svona eins og hula yfir þér bara fólk hefur ekki orkuna til að gera breytingar það er ekki 100% það er bara einhvern veginn eins og sem ég segja bara ég var með skjólstæðing sem segja bara ég var bara á okkur svona stað sem ég var bara hálfur maður ég bara alltaf eins og ég var með 30% flensu eða eitthvað bara alltaf einhvern veginn orkulaus og með bara vanlíðan og þá vantar því svolítið mótivasjón eða sem sagt hvatan til að gera breytinguna því þú hefur heldur ekki orku í það einhvern veginn þannig að þetta ótrúlega flókið og svo erum við með allt þetta, þú veist, þetta mótaða samfélag og við erum með hefðir sem eru, að mínum að þetta bara algjörlega út úr kú og það ekki að hjálpa, þú veist, og þetta bara mjög snúið, þannig að þegar þú ert meðal fólk sem eins þengjandi og þú og þú umkringir þetta þannig fólki að þá sérðu svolítið samfélagi þannig þú speglar þig þarna með fólkin í kringum þig og mjög oft eru náttúrulega foreldrar svona svipaðir og kannski ef að þú ert átt mikið að vinum í kringu þig sem eru metnaðarfullir og eru þá metnaðarfullir í starfi og leik og lífstíl og öllu að þá sérðu þetta vandamál ekki eins og þú sérð svona ákveðin þverskur á samfélaginu þegar þú ert á heilsugæslu og þá áttar þau á því að það rosalega mikið vanþekking, það rosalega mikið svona bara skortur og aðgengi að hollum mat fyrir alla og maður einhvern veginn bara sér það meira þegar þú ert í ákveðinu starfi frekar en öðru að hlutinir eru svona og samfélagið ekki allt eins og þessi litla búbla sem þú ert í þú veist og og það svona mér finnst að Ísland og Íslendingar sem hafa í rauninni bara alla forsendur til að vera bara heilbrigðasta þjóð í heimi ég hugsa velti fyrir mér af hverju gengur okkur svona illa af hverju gengur okkur að minnsta kosti ekki betur þú veist, af hverju erum við ekki jafnari í heilsu af hverju er svo mikill ójöfnuður í heilsu það eitthvað sem við þyrftum að laga og bara algjörlega rétta af. En við erum ekki heilbrigð aðrar þjóðir? Nei, sko, ég var á læknadögum núna í mars og Ísland, svona með aðra norðurlanda þjóðir, stendur sér ekki droslega vel þegar kemur að ójöfnuði í heilsu. Og þetta þykir mér sorglega fréttir. Ég væri gjarnan til að sjá okkur bara vera í efsta sæti, sko. En við erum ekki þar, því miður. Og og við höfum alveg fulla getur til að breyta því sko. Sérðu eitthvað meira sem aðri sjá ekki? Já sko ætli það ekki ég sé skaðleg efni í vörum sem eru, þú veist, ég myndi ekki velja hvaða málingu sem inni hjá mér til dæmis ég myndi ekki lengur vera að lakka eða mála án þess að vera með öryggisbúnað eða grímu ég myndi ekki kaupa mér ákveðnar pönnur og potta ég myndi ekki kaupa mér ákveðin áhöld ekki ákveðin svona mál fyrir börn, þú veist, ekki húðað svona bambustót og svoleiðis og
ég myndi ekki kaupa hvaða leikföng sem þau þurfa að vera frá, ég myndi aldrei kaupa leikföng til dæmis sem eru óvönduð og frá, til dæmis það mjög oft vandamál á þess að leggja eitthvað sleggjudóm hérna, þá það oft vandamál með til dæmis leikföng frá Kína, þannig að þau eru oft blýmenguð og mikill mengun í og svo eru börnin okkar með þetta upp í okkur og svona, þannig að ef einhver er að gefa dót til dæmis eða eitthvað hérna einhver ný búð þar sem svona low budget búðir með fullt af dóti og alls konar mjúku plasti og eitthvað, þá bara vil ég ekki sjá það á meðan aðri sjá bara kannski bara frábært tækifæri til að kaupa fullt af gjöfum og svona, þannig að hérna já, ég myndi segja að ég er alltaf með tortryggni þegar kemur að kaupum á öllu og hérna ef ég myndi byggja hús, ég myndi velja öll efni mjög vel, all gólfefni, málingu, lakk, ég myndi helst kaupa allt vottað, ég myndi kaupa rúm sem er vottað, ég myndi jafnvel, ef ég kaup með ný húsgögn til dæmis, þá myndi ég láta það vera í svona off-gassing í smá tíma, ég myndi setja það út í smá skjól og láta það lofta láta gufa upp frá efnunum, formaldehýð og annað sem gæti leynst þarna og það er svona ýmislegt sem að læri með tímanum hvernig hægt að svona minnka áhættuna, minimize the risk, að þú getur svona svolítið svona sveikt framhjá svona stærstu póstunum og það snýst að vera svolítið klókur og þess vegna er ég að reyna að halda einmitt fyrirlestra til að gefa fólki þessi verkfæri, hvernig það getur sveikt svona framhjá þessum hættum og það eru flúorefni til dæmis í öllu sem er svona vass- og fitufráhrindandi, þannig að eitthvað sem ég hefði gert áður jafnvel, ég hefði spreyjað skóna mína með vass- og fitufráhrindandi spreyi, jafnvel sófan minn og fólk gerir það enn þann dag í dag, það er heima hjá sér og sprauta sófan sinn með svoleiðis efnum og svo setjast börnin í það og þetta eru efni sem hafa verulega skaðlega áhrif á heilsuna, á fóstur í móðukviði, á nýrnastarfsemi, á alls konar rannsóknir hafa meira sér sýnt að börn sem að eru í móðukviðu og það mælist hátt magn af þessum flúorefnum í naflastreng, að þau eru til dæmis með skerðingu á starfsemi ónæmiskerfisins, þannig að þau svara bólusetningum verr en önnur börn og það er ýmislegt svona sem við erum að sjá og flúorefni eru þessi teflon, þetta sem er, og þú finnur þetta líka í skyndibitamat, þegar þú ert með skyndibitamat sem er pakkaðar inn í skyndibitapappír, veistu hvað ég meina, þessi pappír sem er svona sleipur, já, og þú veist, oft inn í pizzakössum og svoleiðis. Þetta er mjög gjarnan flúorefni sem eru þar að leynast og Gore-Tex, svona fitu, svona, þú veist, Gore-Tex fatnaður sem var hér áður fyrir bara, þú veist, mikið af þessum PFOS efnum og þarna er maður svona, já, maður sér hættur víða, bara leynast víða og en það er gott vegna þess að þá hefur maður verkfæri og þá kaupir maður frekar svansvottað eða merkt með blóminu eða eco-label eða eitthvað svoleiðis og svo fer maður og velur sér pönnu og potta og þá er það merkt PFOS free, þú veist, og þá ferðu þangað eða velur bara stál, þú veist, keramík eitthvað, þannig að þú bara velur öðruvísi og þannig ertu með ákveðna lausn á vandamálinu. Þú ert bara ekki að taka þessi efni aktíft inn á heimilið þitt, af því að heimilin okkar eru oft töluvert mengari heldur en bara umhverfið úti. Þegar við erum ofta að hugsa, fólk hugsa oft bara mengun er bara eitthvað, þú veist, frá einhverjum stórum versmiðum út í heimi og kvikasilfursmengun og þú veist, alls konar mengun í bara loftslagsmengun, þú veist, og maður hugsa oft kolefnissporið og svona, en við erum með mjög menguð heimili, við kaupum oft bara kannski teppi yfir alla stofuna og lím undir allt teppið og svo eru bara börnin okkar í einhverjum svo bara off-gassing frá þessu teppi og líminu og lakkinu og börnin okkar inni og við erum að loka glugga og þú veist, þetta er alveg flókið sko, við erum líka með svo ofboðslega mikið af efnum í gangi sem eiga létt okkur lífið með allt mögulegt. Þannig að við erum umvafin efnum alla daga og þú getur ímyndaði breytinguna frá því að við vorum bara á tánum úti bara í náttúrunni, í moldinni og grasinu
í það að vera á nútíma heimili getur ímyndaði breytinguna þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að hugsa svolítið Þannig að þú vinnur í því að hafa eiturefnaglasið þitt eins lágt og mögulega hægt Já. Og síðan koma þá tilvik sem þú veist að þú ert að gera eitthvað sem átt ekki veist að þú ert að gera eitthvað sem bara 100% þannig já. Ég meina, ég er alls ekki fullkomin og það skilaboð sem að það var mjög fyndið atvik ég lendi í að ég var með svona iðnaðarmanna dag, þú veist, þar sem að við vorum með fólk að vera að hjálpa okkur að klára að gera og græja íbúð og við bara, ok, pizza og bjór fyrir alla sem að koma og hjálpa og við vorum með bara pizzapartí og ég fór og sótti einhverja, ég man ekki, þú veist, 8 pizzur eða eitthvað og það var ungu maður í röðinu og hann leit svona á mig og hann bara svona lítur aftur svona skiptilega á mig og svo segir hann, byrju, ert þú ekki unæmistóttir? Ég segi, jú, passar og hann segir, borðað þú svona? Elsku kallinn og mér fannst það mjög gott sko því að þú veist að bara greinlega einhver skilaboð sem hafa skilað sér sko og fólk nær því að það er ákveðið lífstílinn sko sem maður þarf að passa og ég sagði við hann bara já það gerist nú reyndar ekki oft en jú, elska mig nú er pizzapartí heim hjá mér og ég er sko bara djammari af guðsnáð og ég segi sjálf frá mér finnst ekkert skemmtilegra en að fara út meðal fólks bara í góðra vinahópi og skemmta mér og það er eitthvað sem að passar ekki við þetta passar ekki rosalega vel saman sko ímyndin og ég hef oft gert grín að þessu með vinum mínum sko að því að ég bara þegar ég gerir mig glaðan dag veist, ég fer út og fer með vinum og fæ mér í glas og þú veist og einmitt set stundum með bjór eða rauðvín og það og fólk alveg svona lítur á mig og byttur nú við hún er þú veist og það heldur kannski að maður sé bara þú veist drekki ekki áfengi og borði bara ákveðna típu af mat og bara lífrænt og svona sem ég geri 90% of the time skilur en svo þegar að þú veist félagslegt gildi og social faktorar hafa áhrif þú veist þá met ég það sem svo að hér ætla ég að leyfa mér að taka þátt þú veist ég tek þátt í brúðkaupi ef það er brúðkaupstertu þá fæ mér brúðkaupstertu þú veist það er ekki eins og ég sé bara með bara bann við öllu og ég tek alveg þátt og fæ mér einhver desert þegar það eru búið að gera fallegan desert fyrir mig í veislu og svoleiði sko en ég er ekki dæli með desert alltaf dag eða hvern laugardag og ég er ekki með pizza hvernig föstudegi og þú veist svona fram eftir göttunum þú veist þetta er bara ákveðið val og þú er bara ákveðin balans og svo áttu bara inni fyrir að gera það sem þú veist að er kannski ekkit besta sem þú getur gert fyrir heilsuna en þá ert þú bara búin að meta sem svo að þú ætlir að gera það í dag en það sem að ég er svona helst að reyna að upplýsa fólku það eru þessar leyndu hættur þú veist það vita flestir áfengi er ekkit gott fyrir þig en við gerum það í hófi af því að það hefur svona ákveðið social gildi eða mörg okkar að minnsta kosti og við vitum flest að það er ekki gott að borða pizzu en við gerum það af og til og svo framvegis en það er þetta sem að mér finnst verst það er að einhver sé að setja á sig bottulósjón og hann hefur ekki hugmynd það að hvert skiptið sem hún gerir það að það sé að verða fyrir áhrifum einhverja skaðlegra efna eða að það sé bara elda sakleysislega með pönnunni sinni og veit ekki að flúorefnin á pönnunni séu skaðleg eða það er bara að spreyja hárspray endalaust framan í sig og hárið á sér og stendur inn í gufinu og andar þeim að sér tekur inn í gegnum slímhúðina og bara hugsa það ekki eina sekundu að það gæti verið vont fyrir líkamann að standa inn í þessari gufu og svo framvegis þannig að það er það sem að ég er svona að reyna að upplýsa fólk þessar leyndu hættur í nær umhverfinu sem að svona, mér finnst alltaf ósanngjarnt að fólk veit ekki af mér finnst mjög ósanngjarnt til dæmis að fólk hafi á árum áður ekki haft hugmynd það að reykingar væru skaðlegar og að einhver hafi dáið langt fyrir aldur fram vegna þess að hann vissi bara ekki betur þegar hann byrjaði mér finnst það mjög sorgleg staðreynd og mér finnst það mjög ósanngjarnt sko, sanngjarnt gagnvart þessum neytenda einhver sem kannski var svolítið þú veist, snemma í ferlinu byrjaður og svo bara kemur einmitt þetta pattern recognition sem ég var að tala að svo fyrir að bera á því að það er aukning á einhverjum sjúkdómi og þá fara menn að hugsa sig og
minna, algjörlega galið að hugsa til þess að maður hafi staðið inn á bar og verið að starfa á löngum bar þar sem var bara reykt framan í mann allt kvöldið aðra hverja helgi, þú veist. Verður ekkert pirruð úti og finnur reyngulikt? Þú veist, segjum einhver sé bara rétt hjá þér. Ég verð kannski ekki pirruð, en ég er svona reykir einhver ennþá í dag? Ég var alveg svona hissa. Byrju, það er reykinglikt í það? Gerir það einhver ennþá? Það er, jú, nei, ég verð ekki pirruð, en ég færi mig eða bara einmitt, þú veist, bara svona, merkilegt. Og svo bara held ég áfram með daginn. Já. En þetta er svona ákveðin balans, af því að þú getur mjög auðveldlega orðið pirraður. Það er alveg rétt. Já. Þú getur mjög auðveldlega farið að stuðast þegar þú veist betur og þið langar að skipta þér að öllum. Já, algjörlega. En maður verður einhvern veginn að sleppa tökunum á því, sko. Já. Það sem þú sérð, þú verður bara svona að hlæja þig kannski. Já, og ég meina, þú veist, ég á alveg mjög frábæra vini sem að taka góðar ákvarðanir og mér langar sem að segja væri ekki, þú veist, maður þarf svona smá afsakandi að koma með ábendingu, þú veist, en þú veist, að lokum þá veit ég alveg að þau allir vinir mínu vita að það eru bara ábendingar á væntum þykju, sko. En en þetta er svona ákveðin balans. Já, þetta er fín lína, því að þú veist, maður sér eitthvað, þú veist, þetta getur verið einhvern ákomin aðal í manns lífið eða eitthvað svoleiðis, eða fjölskyldumeðlimur eða vinur eða eitthvað. Og þú veist, þú hefur sagt eitthvað áður, skilur. Og þú veist, og ég er bara komin á það, síðan bara, þú veist, ég get haft góð áhrif á fólk og ég get upplýst fólk og eitthvað svona. Sem verður ég bara að sleppa tökunum, skilur. Akkurat. Þú breytir ekki fólki sem kannski vill ekki breyta sér eða... Nei. Þú getur bara svona upp á vissu marki. Já, í rauninni, sko. Það er auðvitað límit fyrir munar, sko. Já. En en ég man bara því ég hlusta á, sko, því ég til dæmis til með þokkilega meðvitaðan heilsu og heilbrigði, en þú veist, ég hlusta á þig hjá Snorra og Ralf Franklínu og fleiri, þá var ég bara, þú veist, ég þetta bara galopnað augunum mín, þannig að maður byrja allt í henni bara að fókusina meira á lífrænt, þegar ég var ekki að fara inni þegar fyrir kærastan mín var að spreyja á sér hársprey, þá fór ég bara út og bara var pirraður ef ég var inn. Það gleður mig að heyra, mjög glöð að heyra það hefur haft áhrif. Pönnuna sem maður notaði, ég hugsaði bara, ég er ekki að köpa mér aftur svona pönnur sem bara, og bara burt með þetta, skilur, plastið, þú veist. Frábært. Allan ég tók það mikið eftir ég hlusta á þig, þrátt fyrir að ég tel mig þokkalega meðvitaðan, en þú veist, ég er svo sammálaður að Já, þetta er bara svona frumskór, þetta er bara út allt, allstaðar og þess vegna er bara gott að tilenga sér svona grunnreglur. Já. Bara, ég ætla bara að vera eins nálægt náttúrinu og ég get hugsanlega verið. Já. Og bara allt er gott í hófi eða þú veist, bara eins og maður svona kemst með ákveðnum balans Er allt gott í hófi? Já, þú veist, ég meina, þú veist, þú getur kannski ekki sagt að það væri gott að reykja í hófi, þú veist. En maður, þú veist, það er þessi balans, þú veist, þú getur ekki verið bara algjörlega öðrum megin við línuna og þú getur ekki, þú veist, haggast einhvern veginn. Og að taka þátt í heiminum líka einhvern veginn. Já. En svo á sama tíma vonaru að heimurinn breytist. Þannig að þú er auðveldara með að taka þátt, að það þurfi ekki að vera, þú veist, ég kvíði alveg fyrir því til dæmis að börni mín, ég segi að senda þau, já, þið megið taka þátt í Halloween, þú veist, ég bara þolið ekki, sko, ég þoli ekki tilhugsunina, veist, hún hræðileg. Og farðu í einhver gerfi efnisbúning og eitthvað plastdrasl og jafnvel einhverja plastgrímu og svo skulum við bara menga heiminn með því og svo skaltu borða eins mikið af sælgæti og getur með fullt af azólitarefnum og í plastbréfi og þú veist, hvað er að gera, hvert erum við komin? Þetta er erfitt, sko. Þetta er erfitt. En fyrir okkur, sko, eins og þú segir, að halda í hana kjarna, vera bara, veist, 90% góður eða 95 eða hvers konar prósent þú allt vilt vera með, en síðan að geta, þú veist, slefst sér einu sinni, en það sé bara, sko, þú veist, það sé bara eitthvað sem gerist einstaka sinnum en ekki á hverjum einustu viku og hverjum einustu degi, skilur við. Já, en til að geta það þarfst að vita af vandamálinu. Já, og það er, þú veist, það er þú sem þú búin að vera að gera. Já, það er málið. Fólk veit ekki betur. Nei, nákvæmlega. Það lappar ekki um búðina og það heldur að allar vörur á hillum búðarinnar séu í lagi til notkunar. Já. Þú veist, og þú, það eru heilu rekkarnir sem ég bara sniðgeng alveg og bara þetta er ekki til hugar að kaupa
og ég meina, hugsaðu þér sko plánetuna eins og hún öll heimsins hótel, allar heimsins bílaþáttastöðar, allar heimsins sturtur og sjampónotkun allra í heiminum sem rennur sko bara, þú veist, froðan og efnin og þessi bláu hreinsefni sem á hverju einasta klósetti og hverju einasta hótelherbyggi í öllum heiminum, þú veist, lyktin og þú veist, þetta öllu skóla beint út í sjó sem matarkistan okkar. Öll þessi efni og allar konur heimsins sem að nota þessi hárspray, allar heimsins konur sem að nota þessi ylvötn, þetta fer allt út í lofthjúpin okkar, þú veist, og við bara hugsum ekki lengra. Við bara erum í okkar litlu bublu og við sjáum ekki stóra samhengið. Og svo kemur einhver meistari eins og Greta Thunberg og Stjörnusævar og fleiri sem að bara segja við fólk í guðana bænum viljið reyna að hafa heimila okkur og ykkar notkun og hvað þið setið út í umhverfið og maður tekur þetta 100% til sín algjörlega og breytir neysluháttum og bara tekur bara virkilega á sínum málum og svo einhvern veginn lítur maður í kringu sig og bara fengu þið ekki memóið, þú veist þú veist, þetta svo erfitt að finna mótstöðuna eða sko, ekki mótstöðuna bara hvað þetta hægt, þetta gengur svo hægt hjá okkur svo bara höldum við áfram í daginn og við höldum bara Instagram ammæli og setjum bara upp bara borða og heliumblöðrur og bara afsakið hvernig gengur þetta alveg hræðilegt sko þetta alveg hræðilegt ignorance is a bliss alveg, já það erfitt að vera með þetta í rauninni. Já, en þú varst ekki með fullt af spurningum fyrir mig? Jú, ég var með fullt af spurningum sko. Sér fyrst mér þetta bara svo áhugavert og ég var með já, hann ég lét forvörðin að freka bara leiða áfram. Já, gott þér. Bara mjög gott. Ég að spæja bara að við séum bara orðin góðar og við frekar heitir henni. Já, það er bara en ég myndi vilja tala við því svona nokkra klukkutími viðbót sko. Já, við bara eigum að fara inn í einhvern tímann en eitthvað sem þú vilt segja lókum? Sko svona final skilaboð já, bara svona það sem við erum búin að tala bara að minna meira, alltaf og efnanotkun bara þarf að vera með ábyrgð og maður þarf aðeins að kynna sér, þú veist, hvaðan kemur varan þetta eitthvað sem að hugsalega, eitthvað sem ég geti sleppt þarf ég að kaupa mér nýjan sófa og nýtt eldhús og nýtt teppi og nýtt allt saman eða gæti ég nýtt þetta áfram sem ég á bara ætla ég að leyfa öllum þessum utanakomandi áhrifum að hafa áhrif á mitt barn eða ætla ég að reyna að fara að breyta hefðum og búa til hollari hefðir í skólanum eða í bekknum eða í vinahópnum eða eitthvað, þú veist, ætla ég að leggja mitt á mörkum, þú veist, er það ekki þess virði að breyta hans til, þú veist, og bara og svo bara samkennd reyna að setja sig í sporanra og skilja kemur kannski ekki frá sama stað hefur ekki sömu þekkingu, ekki sama skilning en ég skal hjálpa þér ég skal rétta fram hjálparhönd og reyna að leiða þig áfram og það er svona eitthvað sem ég held að myndi gera heiminn tölvöld betri ef við myndum öll bara svona svolítið skilja hvort annað og vera með þessa samkennd fyrir öðrum af því að öll þessi heift og gagnrýni og þessi mitt, þú veist, líkams þú veist, þessi dómharka sem við erum oft með og þessi dæmum fólk og svona og bara ýmislegt sem að leið bara, þú veist, til ofbeldis og bara það er svo margt sem betur mætti fara, sko ef maður ætlar að fara með þetta út í eitthvað svona heimspekilegt þá getur maður bara farið í það en svona það sem að ég er að glíma við dagsdaglega, þá er það bara farið í smá nafla skoðun bara hvað er ég að setja mikið af efnum á minn líkama eða ég vil barnið mitt er ég að setja sólavörn á barnið mitt sem er bara nota öppin sem eru til þú veist að reyna að minnka áhættuna fólk bara hugsar ekki að þú veist
að sólavörn getur verið stútfull af parabenum og þalutum og hormónaraskandi ilmefnum og alls konar en það heldur í rauninni að það sé að gera góða hluti vegna þess að það er að verja barnið sitt gegn UV geislunum þannig að maður einhvern veginn, þú veist, bara farðu svolítið í naflaskoðunum, bara alltaf að setja upp svolítið tortryggni í glerum gæti verið að sé til einhver betri sólavörn eða ætti kannski bara að hafa barnið mitt í, þú veist, sundgalla bara og helst bara sem minnst í sólinni og geti farið einhverja aðra leið, þú veist, reyndu að leggja þig fram að finna betri kostin og ekki vera auðtrúa ekki trúa allir sem að sé í hillunum að sé gott fyrir þig Ég held sér góð orð. Ég búið að vera eindilt að fá að tala við í dag. Ég hef sjaldan verið þrýstað mikið í núið og lært heilan helling, þannig að takk hérlega fyrir að gefa tíma til að koma og ég hlakka til að fylgjast með þér áfram og sjá alla þessar spennandi hluti sem þú ert að gera og góða áhrifin sem þú ert að hafa heiminn. Þannig að takk hérlega fyrir þig. Takk hérlega fyrir mig. Takk fyrir að fá mig. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið fyrir betri